Atvinnupúlsinn unnin í samvinnu við eftirfarandi aðila: Brimrún EHF, DNG Akureyri, Kælismiðjan Frost EHF, HB Grandi HF, Loðnuvinnslan Fáskrúðsfirði, Marel á Íslandi, Orkusalan, Páena, Samherji HF, Slippurinn EHF, Valka EHF, Vélfag EHF Ólafsfirði, Vinnslustöðin Vestmannaeyjum. Í þessum 7. þætti atvinnupúlsins verður víða komið við. Í seinni hluta þáttarins kynnumst við sölumálum vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum, en fyrirtækið sér sjálft sölu sinna afurða og því í beinum og nánum samskiptum við kaupendur. Vélarnar í nýjum skipum Deutsche Fischfang Union öflugar og nánast öllu stjórnað úr stjórnstöðinni. Sérfræðingur við sjávarútvegsmiðstöð Háskólans á Akureyri segir nauðsynlegt að sjávarútvegsfyrirtæki séu sem bestu tækjum búin. Fyrirtækið Brimrún sérhæfir sig í þjónustu á sviði siglinga, fiskleitar og fjarskiptabúnaðar fyrir skip. Þetta brúin í Berlín sem í eigu Deutsche Fischfang Union. Það nýjasta tæknin í fyrirrúmi, en við ætlum okkur að skoða tækjabúnað borð í Sigurði Waffe með sölustjóra Brimrúnar. Sveinn, það hafa orðið gríðarlega mikla tækni framfærir þegar upp í brúna komið. Já, það hafa gert það. Sérstaklega á síðustu 3 árum. Ég búin að vera í þessu yfir 30 ár og þetta hefur verið svona sígandi, en síðastliðin 3 ár myndi ég segja að væri klikkuð. Hvað það sem einkennir nútíma brú? Það náttúrulega fyrst og fremst tengingin í land. Það gríðarlega framfærir á öllum fjarskiptum. Talstöð svona lengri vegalengdir lítið notuð orðið og bara meira og minna færist yfir í interneti og með þeim aðferðum sem interneti býður upp á. Þá tæki að verða líka án allra víra og svo framvegis? Já, það til mikið svona Wi-Fi eða svoleiðis, þráðlaust allavega hjálmakerfi og þetta allt saman meira og minna að tengjast innan skipsins, stærri skip, þá erfiðara að finna vélstjóra og svona, nú þetta orðið meira og meira tengt, samskiptin innan skipsins, fjölskyldan í landi og allt þetta og eins líka viðgerðir. En öll tækin þau vinna væntanlega mun hraðar? Já, rosalega mikið hraðar. Og þar af leiðandi geta þau reiknað mikið meira og þá þessi þekking sem á rannsóknarstofum hefur verið gerð eins og til dæmis til fiskileitar og víðar þá fljótara að vinna úr því og til dæmis dýptarmælar meira og minna stabiliseraðir þannig að hreyfing skipsins upp og niður og velta og annað hefur ekki áhrif á endurvarpið af því við erum alltaf að vinna með hljóð. En þegar við skoðum til dæmis brúna borð í Berlín og Cuxhaven þá tók maður eftir þessum risastóru skjáveggjum. Já, þess vegna það engin skjár merktur neinu tæki. Það öllum vídeóum og kontrólum eins og hægt breytt yfir í IP og síðan þetta bara eins og við getum líkt eins og Excel og Word og hinn og þessi prógram bara röðuð inn á skjáina og búna til senur. Þú kannski með eina senu á nót, aðra senu á flottrolli, heimstím, útstím og svo viðreið. Og eins til dæmis að þú bætir við tæki, þá þarf ekki smið til að finna einhvern stað fyrir skjáin. Þú hlýðrar til bara og við til dæmis aðstæður á fiskileit, þá ertu með fiskileitartækin stærri, svo þú ert að stíma, þá ertu með kortið og radarinn og svona stærra. Þetta allt meira flexiból. En viðgerðir og viðhald allt saman, fer það fram úr landi? Já, mjög mikið. Vegna þess að endurnýjun og tækjum örari. Þar lendi bilar þetta minna og þegar þetta kannski að bila þá þetta eitthvað að krassa í hugbúnað eða eitthvað slíkt. Það ekki gert mikið við vélbúnað lengur. Það endurnýjað kannski bara eins og dekk á bíl sem að slitnar, legur og svona, en það fer ekki mikið viðgerðin og verkstæði lengur. En hvað með stillingar á tækjum? Jú, það alveg hægt með flestöll tæki í dag að stilla úr landi
og eins líka bílanagreina og aðstoð úr landi. Sjálfar tölvurnar, þær eru, ég virðist vera ekki lengur í brúnni, það bara komið sér rými undir tölvurnar. Já, það hefur verið að þróast þannig að það bara orðið svona lítið tölvuver með kælingu, þar leiðandi endast tölvurnar betur og við erum svo heppnir líka, sko, hérna regluverkið ekki mjög strangt hérna á Íslandi, ef við megum nota bara nýjustu tölvur, þá þarf ekkert að vera vottað eða svoleiðis fyrir fiskileiðutækin. Það erfiðara með svona tæki sem eru vottuð af klassanum og annað, það hægara endurnýjun, þar af leiðandi eru þær tölvur kannski svolítið sló, en við getum alltaf nýtt það nýjasta hér. Hægt að segja það að fiskiskip sé í raun og veru orðin bara deild innan fyrirtækisins í landi? Akkúrat, það bara svoleiðis. Og þegar við erum að klúra einhverju í sambandið í land, þá fer allt annað endan. Það bara vegna þess að það verið að selja fiskinn jafnóðum á veiðist. Það voru oft þannig að það bara seðill sem skipstjórinn fær hvað hann eigi helst að veiða. Og bara síðast í morgun að þá var skip norður undir 73 gráður sem var í þjónustu hjá okkur og það var svona valt samband og þá þarf eitthvað að gera. En þó að skipið sé svona norðarlega, þá hann samt í sambandi hér við internetið. Og það tunglið sem hefur verið að nota einhverjum 60.000 kilometra í burtu. En hversu fullkominn búnaðurinn orðinn? Það stundum talað að skipstjóri sé fiskinn. Þarf skipstjóri í dag endilega að vera fiskinn? Þetta ekki bara tölvurnar? Nei, hann verður að vera fiskinn. Þú sérð ekkert fiskinn ef þú ert ekki á réttu stað. Það hefur samt komnar græjur sem að hjálpa skipstjórunum að vera á réttum stað. Það eru svona gervitúlamyndir sem sýnir átuflekki, hitastig sjávar og svona. Við vitum að makríllinn í einhverju 9-11 gráðum þegar hann er að koma hingað og eins hann utan í átuflekkjum. Þannig að þetta hjálpar. En ég held að þetta aldrei út. En hvernig gengur skipstjórum að læra á þennan búnað? Yfirleitt vel. Svo skipta menn stundum með þessi verkum. Ég man alltaf eftir einum góðum skipstjóra sem ég fór með út á sjó 93 eða 4 og hann lærði bara aðstíkið sitt og það dugði fyrir hann. En hvað handan við hornið? Ég held að það sem í mínu geira sé tegundagreining á fiski, örugg. Það ný tækni eða gömul tækni en það fara hægt að nota þessa tækni sem kölluð chirp sem aðgreinir mikið betur fisk í sjó. Eins radarinn, hann út af chirp-tækni, það engin magnetróna lengur. Við vorum í gamla daga á S-bandröturum að senda út 30 kW, 30.000 watt. S-bandradarinn sem við erum að selja í dag, hann 30 watt. Og engar svona radiotruflanir frá þessu minni orka, en miklu betri mynd. Ég get aðgreint veður frá fugli, frá skipum og sama sagan með fiskinn. Það mismundi stór sundmægi á honum, mismundi endurvarp á hljóðinu. Og tölvurnar og svo hraðvirkar, að það orðið miklu einfaldara þó það séu örlítið flókið, þeir sem að smíða þetta, en það orðið einfaldara að vinna úr gögnunum jafnóðum. Og líka held ég bara forritunin, menn eru farnir að nota það, jafnvel sama tölvan í símanuðinum og í aflanema frá framleiðendum aflanema. Þetta bara mismunandi hugbúnaður. Þannig að tæknin á fleygi ferð? Já, hún á fleygi ferð og svo held ég að sé líka eigi eftir að koma myndavélatækni. Ég held að það eigi eftir að koma sérstaklega í ákveðnum veiðiskap þar sem að ég veit að Hampiðjan til dæmis hefur verið að hanna taugar sem eru með innbyggðum ljósleiðara og þá ertu náttúrulega komið með gríðarlega hraða til að senda upp upplýsingar frá myndavélum eða öðru og svo kannski fara veiðarfærin að breytast. Úr brúnni höldum við í Háskólann á Akureyri. Sérfræðingur við sjávarútvegsmiðstöð Háskólans segir mikilvægt að sjávarútvegsfyrirtæki séu sem best búin til þess að standast harða alþjóðlega samkeppni.
Það bara algjörlega nauðsynlegt. Ef þú ert ekki með það besta sem að fyrir finnst þá dregstu bara aftur úr og menntun skiptir reynda mjög miklu máli. Það að segja menntunarstig starfsfólks verður að vera mjög gott til þess að halda í við þetta. Fólk verður að kunna átækin og þar koma skólarnir sterkt inn í. Og þeir verða að fylgjast mjög vel með nýjustu tækni og þróun bara í atvinnugreininni. Telur þú að sjávarútvegur sé forvitnileg og spennandi atvinnugrein fyrir ungt fólk? Þú starfaði við Háskólann á Akureyri. Mjög spennandi og það sem þarf að gera meira af það að kynna greinina meira niður til bara barna. Fara bara niður í barnaskólana heila, niður í grunnskólana og kenna þeim og útlista fyrir þeim hvað þetta spennandi grein og hvert þau geta haldið. En þegar þú horfir á íslenskan sjávarútveg, stöndum við framalega? Við gerum það. Við erum fremst í heiminum, myndi ég segja. En tæknin hún breytist ört og það alltaf eitthvað nýtt handa við hornið. Hvenær á að fjárfesta í raun og veru? Þetta svolítið tvíbent. Þú getur mista af lestinni ef þú gerir það ekki strax. Þú verður að taka slaginn hugsanlega með þá framleiðslu fyrirtækjunum. Það að segja að fara í samvinnu við þau. Nú svo getur það líka verið valið kostur að bíða aðeins og sjá hver niðurstaða verður í nýjung á viðkomandi tækni. Þannig að það að gera að fylgjast með og vera svo ákveðin þegar að ákvörðun tekin. Já, mjög. Áfram höldum við með atvinnupúlsinn. Við erum komin til Cuxhaven í Þýskalandi. Þetta vinnsluskipið Cuxhaven sem í eigu Deutsche Fischfang Union sem dótturfyrirtæki Samherja. Íslensk hátækni áberandi borð en fyrirtækið fékk nýverið afhent 2 öflug vinnsluskip, Cuxhaven og Berlín. Yfirvélstjórinn á Cuxhaven íslenskur. Vélin öflug og nánast öllu stjórnað úr stjórnstöðinni. Við erum með 3600 kW Bergen-diesel, Rolls-Royce Bergen-diesel, svona býsna öfluga vélar, já. Og með býsna öflugt rafmagnskerfi, ljósavélar sem var afl og getur nýst mjög vel í vondum veðrum. Þið í raun og veru, getið séð bara meðal kaupstað á Íslandi fyrir rafmagni ef út í það farið? Já, ég orðar að þannig, ég geti trúað því að getum keyrt rafmagna og svona meðalstóran kaupstað á Íslandi. Þetta mjög tölvuvætt, þú stýrir öllu héðan eða hvað? Svona næstum því öllu, en við getum framkvæmt í þessum nýju kerfum, þá þetta orðið svona skipskerfi meira heldur en bara eins og var í gömlu skipunum aðvörunarkerfi fyrir vélar. Hér ræsum við vélar og búnað og talvan bara sér að framkvæma alla hlutina. Maður þarf ekki að hlaupa lengur allt vélarúm eða í aðaltöfluna til þess að fasa saman eða græja að gera, heldur bara tölvan gerir þetta allt saman fyrir mann. Hún náttúrulega lætur vita bilanir og viðhald sem yfirvofandi. Það gríðarlega stórt aðvörunarkerfi á meira og minna öllum búnað í skipinu, hvort sem heldur frystikerfi eða vélar og gefur það aðvarnum ef að fellur þrýstingur eða hækkar hiti og mikið þess áttar. Þannig að það vaktar náttúrulega og lætur maður vita og leiða eitthvað kemur upp á. Hvað með eldsneytisnotkun vélar þær hafa tekið miklum breytingum á undanförnum árum með tilliti til mengunar og svo framvegis? Já, náttúrulega ný skip og alveg eins og með hvort sem heldur bílar eða flugvélar, þá voru náttúrulega vélaframleiðendur í skipum skuldbundið til þess að framleiða hagkvæmari og vélar sem menga minna. Og þó ég sé getum ekki sagt nákvæmlega til það hvað akkurat þessar vélar og hvaða stað þær eru, en þessar eru bara ný hönnun frá Rolls-Royce, þannig að ég gerir ráð fyrir því að þær séu í hæsta klassa hvað það varar. Þú starfar hjá alþjóðlegu fyrirtæki, þú ert frá Dalvík skilst mér, býrð í Finnlandi og starfar í Þýskalandi. Já, það rétt. Þetta lítill heimur í dag. Lítill heimur, en engin vandamál.
þegar maður er lengi í burtu, þá er maður bara lengi heima í frí á móti, þannig að þá skiptir ekki alveg öllu máli hvar maður býr. Hugum þessu næst að sölumálum afurða. Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum meðal öflugustu sjávarútvegsfyrirtækja landsins. Reksturinn fjölbreyttur bæði í útgerð og vinnslu. Fyrirtækið stærsti atvinnuveitandinn í Vestmannaeyjum. Vinnslustöðin annast sjálf markas- og sölumál fyrirtækisins. Liður í sölustarfseminni að sækja alþjóðlegar sjávarútvegssýningar. Vinnslustöðin var með bás á stærstu sjávarútvegssýningu heims í Brussel í síðasta mánuði. Það alltaf þessi mælikvarði stórt og ég held að getum alveg sagt að vinnslustöðin afskaplega lítið fyrirtæki eins og þú kannski sérð í stóra samhenginu þegar þú horfir á heiminn allan. En við erum svona í kvóta, ef við tölum hann, þá erum við svona það bil að vera í 4. og 5. sæti einhvers staðar þar og slær svolítið svona til og frá eftir þorskígildum, gætum hugsanlega verið í 4. og stundum í 5. En þegar við horfum á veltu þá erum við ekki í þessum topp 3-4 efstu á Íslandi. En þið eruð í raun og veru, getum við sagt, í öllum greinum hefðbundis sjávarútvegs á Íslandi? Já, við erum það. Þegar við svona kannski horfum aðeins tilbaka þá höfum við verið í öllu sem gert á Íslandi en við höfum hins vegar aldrei verið í rækju. Og svo eigum við ekki mikla frystitogara sögu. Við höfum fyrst og fremst verið bara með landvinnslu í Vestmannaeyjum. Við höfum auðvitað verið með mikinn útflutning á ferskum fiski og höfum sögu til þess og síðan bara útgerð í Eyjum. Þið seljið sjálf ykkar afurðir. Hvers vegna sú leið farin? Já, það auðvitað svona alltaf þetta hvenær selur maður sjálfur og hvenær selur maður ekki og margir segja svona í gríni að þegar þú talar ensku í símann þá átt að selja sjálfur og þegar þú talar íslensku þá átt ekki að selja sjálfur. Það nú svona allavega og auðvitað það þannig að íslensk sölufyrirtæki hafa staðið sig vel í gegnum tíðina og tímann og allt gott þau að segja en það sem að við höfum aðal ástæða þess að við fórum af stað í upphæð var nú bara hrein tilviljun en sú tilviljun leiddi til þess að okkur fannst þetta vera skynsamlegt að þoka okkur nær markaðnum og það fyrst og fremst sú ástæða að hafa þekkingu á markaðnum, hafa þekkingu á viðskiptavinum okkar, geta þjónað þörfum þeirra og það skiptir okkur afskaplega miklu máli að eiga ekki viðskiptavin bara í dag, heldur á morgun líka og til lengri tíma. Bara sem dæmi að viðskiptavinur okkar í Japan, eða þess að stóri viðskiptavinur okkar þar, búin að vera í viðskiptum við vinnslustöðina í 30 ár. Og það skiptir afskaplega miklu máli að eiga viðskiptavin til langs tíma, menn verða að hugsa til langs tíma í sjávarútvegi. Selur fiskurinn sig ekki sjálfur? Nei, hann selur sig ekki sjálfur. Auðvitað getur selt hann og þá ertu kannski bara að selja hann á verði og þá spyr fólk bara verð og kaupir, hinum megin eru kaupendur og þá vilja þær bara kaupa hann á lægsta verðinu. En við þurfum auðvitað að útskýra hvers vegna okkar íslenski fiskur góður og það auðvitað gæði, en það ekki bara gæði, það líka þjónustar sem skiptir miklu máli. Og það skiptir miklu máli eins og bara til dæmis í verslun á Íslandi, ef það stundum til kjúklingur og stundum ekki. Þá ég ekki viss að kjúklingar væru jafn mikið á borðum Íslendinga eins og þeir eru í dag. Þegar atvinnupúlsinn heimsótti bás vinnslustöðvarinnar á sjávarútvegssýningunni í Brussel var greinilegt að tíminn var nýttur vel, enda margir erlendir kaupendur sem komu til þess að ræða málin. Hérna erum við komnir til þess að náttúrulega hitta okkar viðskiptavini. Við erum að hitta okkar núverandi viðskiptavini og við erum náttúrulega að tala við þá sem eru áhugasami líka. Við förum hérna undir Íslandsflaggi og erum að kynna náttúrulega íslenskt gæðarhráefni og Ísland í leiðinni. Hvar í heiminum eru þið helst að selja ykkar afurðir? Við erum tiltölulega breiðir. Við erum með skrifstofur skrifstofur í Rússlandi, við erum í Þýskalandi, Frakklandi, við erum í Hollandi þar sem við erum með Japana sem
selur uppsjávarafurðir til Kína og Japan og annarra nærliggjandi landa. Og síðan erum við með Frakka í Frakklandi. Þannig að við erum tiltölulega, já, svona breiðan kunnahóp getum við sagt. En vinnslustöðin er á mörgum sviðum, þeir eru bæði í botnfiski og svo líka í uppsjávartegundum. Já, við erum í Vestmannaeyjum framleiðum við og starfrækjum framleiðslu bæði í botnfiski og uppsjávarfiski. Við erum náttúrulega með þessar helstu tegundir, þorsk, ufsa, karfa, ýsu og svo humarinn í botnfiskdeildinni. Og í uppsjávarhlutanum erum við með loðnu, makríl og síld og erum til að mynda að starfrækja nýja uppsjávarvinnslu í Vestmannaeyjum. Þetta er alþjóðlegur markaður sem að er býsna harður. Já, hann er það og við þurfum að vera sýnilegir og þess vegna erum við komnir hingað. Hérna, þetta er náttúrulega, eins og þið kannski hafið séð, er mikil flóra og við erum náttúrulega í harðri samkeppni og til að mynda við nágrannaþjóðir okkar. Þannig að við þurfum að vera duglegir í því að halda okkar gæðarhráefni og okkar sérstöðu á lofti. En til þess að ná árangri, hversu mikilvægt er þá það að öll vinnslan sé eins vel búin og hægt er? Já, við þurfum náttúrulega megum passa það að dragast ekki aftur úr í tækni og vinnsluaðferðum og passa vel upp á hráefnisgæði. Síðan höfum við þetta breiða hóp fólks, breiða hóp sölumanna sem að fara út á galiðina og geta breytt út þennan góða boðskap, þessa frábæru vöru. Við segjum stundum Íslendingar að íslenska vatnið sé það besta í heimi, en hvað með fiskinn? Íslenski fiskurinn og íslenskt hráefni er svo sannarlega af toppgæðum, en við mögum ekki gleyma því og við mögum ekki gleyma okkur í því að það eru aðrar þjóðir að gera mjög góða hluti líka og þess vegna, já, eins og ég segi, megum ekki falla í þá gryfju að halda það að Ísland eitt og sér gefa okkur einhverja algjöra sérstöðu. Þegar fjallað sjávarútveg í íslenskum fjölmiðlum fer einna mest fyrir veiðum og vinnslu. Minna hins vegar rætt sölu afurða. Inn í sjávarútvegi bara miklu fleira. Það auðvitað veiðarnar skipta miklu og við þurfum að passa það vel. Vinnslan skiptir máli og við þurfum að gera hana vel. En við þurfum líka að þjóna markaði vel. Það skiptir gríðarlega miklu máli, hafa stöðugt og örugt framboð, svo viðskiptavinarnir, þeir geti keypt með reglulegum hætti. Viljum við Íslendingar stundum gleyma þessu eða viljum við ekki tala þetta? Ég held að það sé dálítið víkingaeðli í okkur að vilja fara út og ná peningunum hratt og koma svo heim aftur. En til þess að standast alþjóðlega samkeppni þá þarf fyrirtækið væntanlega að vera alltaf vel tækjum búið. Hversu mikilvægt að fylgjast vel með tækninni? Það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli. Tæknin auðvitað stór hluti af sjávarútvegi og alveg í þessum töluðu orðum að þá er Breki, okkar nýjasta skip, að leggja sín síðasta spotta heim til Íslands. Það auðvitað tækniframför þar sem við sjáum aukna veiðigetu, en við erum fyrst og fremst spennt að sjá hvað við náum að spara mikla olíu og minnka mikið kolefnislosun með þeim aðgerðum sem við erum að gera borð í Breka. Það auðvitað stóra spennan og við erum auðvitað þjóð sem að byggjum á hreinleika sjávarins og loftsins og við þurfum að passa upp á það og gera það eins vel eins og við getum og eitt af þeim skrefum auðvitað Breki. Hvernig mun vinnslustöðin í Vestmannaeyjum líta út eftir, segjum 5 ár? Já, það rosalega mikil spurning. Það alltaf verið að spá eitthvað fram í tímann og maður spá eiginlega alltaf vitlaust. En það sem ég vona að vinnslustöðin verði eftir 5 ár, ég vona það að þá hafi vinnslustöðin komið sér betur fyrir á markaði, eigi
greiðari aðgang, eigi öruggari, eins og menn segja í sjávarútvegi, heimili fyrir afurðir sínar og geti sótt aukin verðmæti á þessa miklu góðu markaði sem eru hérna út um allan heim. En höfuðstöðvarnar í Vestmannaeyjum, það alveg klárt þetta þinn orð. Já, það alveg, við erum alveg skýr á því í Vestmannaeyingar að vinnslustöðin og verður alltaf í Vestmannaeyjum. Í 8. og síðasta þætti atvinnupúlsins höldum við áfram að fjalla hátækni í sjávarútvegi.